Við vitum sjaldnast hvað matvaran sem við keyptum síðast kostaði. Við munum heldur ekki hversu gott síðasta tilboð var í matvörubúðinni og þaðan af síður vitum við hversu mikill verðmunur á vörunni eftir búðum. Strimillinn, nýtt snjallsímaforrit, gefur okkur svör við öllum þessum atriðum og það eina sem neytandinn þarf að gera að skanna innkaupastrimillinn inn í símann. Forritið sér svo restina. Við fórum í matvörubúðina með Huga Þórðarsyni, einum af stofnanda strimilsins til að sjá hvernig þetta virkar. Nú erum við komin inn í matvöruverslun og þú ætlar svona að segja okkur frá því hvernig þetta app virkar sem þið eru með í þróun. Já, við erum að búa til app og hugbúnaðarkerfi sem gengur út á það að safna og miðla verðlagsupplýsingum sem eru upplýsingar sem fram til þessa hafa ekki verið mjög aðgengilegar almenningi. Við gerum þetta með því að nýta strimilinn sem verður náttúrulega til 20 km af strimilum hér á hverjum degi og á þeim eru óvefengilegar verðlagsupplýsingar hvað var keypt, hvar og hvenær. Fólk getur sendt okkur mynd af þessu og við greinum þetta. Þannig fáum við heildstæða mynd af verðlagi á markaði og verðlagssögu og fólk getur líka byggt upp sína eigin neyslusögu út frá strimlinu. Og þú ætlar að sýna okkur hvernig þetta virkar? Já. Ef ekki leggja? Gerum það. Nú erum við hérna komin með strimil og strimilinn tvískiptur, hann annars vegar greiðslukvittunin, við höfum ekkert við hana að gera. En hins vegar erum við með þetta dýramætagagn, það sem kemur fram hvað var keypt, hvar og hvenær og á hvaða verði. Og við opnum þá strimilsappið á símanum okkar og ég smelli á hnappinn skara á strimil. Svo förum við hérna yfir. Ég passa mig að taka gríðarlega góða mynd af strimilinn. Og hann þá tekinn og sendur beint upp á miðlara hjá okkur. Já, nú erum við komin úr versluninni og þá ferðu og opnar þína síðu á strimillinn.is og hafi allt gengið á óskum við það að lesa strimillinn, þá hann komin inn hérna í listan yfir nýjustu strimlana. Hérna á forsíðunni getum við séð svona nokkuð heildar yfirlit yfir þína strimla, getum kannski litið á það á eftir. Ef við opnum strimillinn, þá sjáum við að gæjumst kannski á bak við tjöldin. Þá getum við séð hvað búið að gera síðan við fórum. Að það búið að lesa textan af strimlinum og svo búið að greina af honum gögnin, þar að segja í hvaða verslun hann var keyptur, á hvaða dagsetningu og tíma það var gert og á hvaða verði vörurnar sem á honum eru. Skoðum til dæmis hérna kókomjólkina sem við keyptum áðan. Ef við smellum á hana, að þá sjáum við lista yfir allar verðathuganir sem við eigum á kókomjólk síðan árið 2013 í þessu tilfelli. Það er að segja, þetta er allt það sem þú hefur keypt af kókomjólk síðan 2013. Þetta eru allar verðathuganir sem allir í kerfinu hafa safnað saman. Já. Og við sjáum þróun á verði á þessar tilteknu vöru frá árinu 2013 hérna þegar fyrsta verðathugunin er gerð og fram til ársins 2015 sem bara frá þegar við vorum að versla í dag. En hér má sjá að kippan af kókomjólk kostaði 459 krónur 2013 í mars. Já. Og hún kostar 498 krónur núna 2015 í september. Já. Það er alveg verðmunur. Það er hækkun, já. Já. Hérna sjáum við kókomjólk eins og í bónus, en við erum náttúrulega að safna verðlagsupplýsingum frá mun fleiri verslunum. Þú átt að geta séð þegar gögnin eru komin inn hvað kippan af kókomjólk kostar í öðrum búðum. Já. En bónus til dæmis. Já. Og það er það sem við erum að vinna í dag sem sagt og við erum með hérna núna ágætis safna verðlagsathugunum út úr þessari tilteknu vöru. Og hér sjáum við ólíkar verslanir og hér í bónus í Garðabæ 2013 kostar hún 459 en svo í Netto Selfossi í ágúst 2015 kostar hún 555. Já. Þetta er sko, nærri 100 króna munur. Já, og það er svolítið gaman þegar gögnin fara að safnast upp og maður getur farið að rýna í þau og þá er svolítið gaman að frávikunum sem maður finnur svona hér og þar. Já, einmitt. Þetta er allavega góð leið fyrir neytandann til þess að fylgjast með verðlagi, ekki satt? Jú. Og við fáum þetta ekki neins staðar annars staðar? Nei, við fáum þetta ekki neins staðar annars staðar í dag. Og við náttúrulega erum í dag svolítið að einblína á það að taka strimlana inn af því að það eru einu gögnin sem við höfum þar sem að þessar upplýsingar koma fram á einhverju stöðluðu formi. Hérna erum við með tilboðsblað Krónunnar sem við fáum reglulega inn lúguna. Og maður sjálfur sér veit aldrei hvað er tilboð og hvað ekki. Maður bara treystir búðinu auðvitað með það. Og hér eru til dæmis plómur á 349 krónur kílóið. Þið hafið í raun og veru ráð fyrir neytandann til þess að fylgjast með þessu, ekki satt? Jú, af því að það sem við erum að safna eru náttúrulega verðlagsupplýsingar og við sjáum til dæmis hérna þar sem við höfum leitað uppi í bakendakerfinu okkar
Þá slærðu inn plómur í það. Plómur, já. Og þá sjáum við allar streymisfærslur þar sem að orðið plómur kemur fram. Og það sem við sjáum hérna er kílóverðið. Og við sjáum það að þetta virðist vera í sjálfu sér bara ágætis tilboð því að verðið á plómum liggur yfirleitt á bilinu frá svona 340 krónum og upp í 500 krónur. Já, hérna erum við komin á forsíðuna á Straumlinum og hérna á forsíðunni birtum við ýmsar skemmtilegar upplýsingar eins og til dæmis á hvaða dögum þú ert að versla, bæði tíðni og fjölda. Ég versla mest til dæmis á laugardögum. Já. Og hérna getur við séð klukkan hvað þú verslar og á hvaða svæðum á landinu þú ert að versla. Ef við skoðum síðan fleiri fítusa sem að kerfið býður upp á, þá getum við séð alla strimlana sem að þú hefur sendt inn, skipt niður eftir þeim verslunum sem að þú hefur verslað í. Þarna hefur svolítið skemmtilegt sögulegt yfirlit yfir þína neyslu. Þú hefur haldið yfirlit neyslu þína og fjölskyldunar. Hvað hefur komið á óvart í því? Til dæmis hvað útgjöld heimilisins lækkuðu mikið þegar við skiptum yfir í það að versla sjaldnar. Fórum í stærri verslunarferðir og versluðum ekki jafn oft. Já, maður að eyða meira með því að versla svona oft og lítið í einu. Já. Það var eitt sem að mér fannst mjög skemmtilegt. Svo sér maður náttúrulega mér að eyða miklu í ákveðna vöruflokka og í einhvern ákveðin óþarfa. Eins og hvað til dæmis? Já, til dæmis kókið er klassískt dæmi, sko. Já. Ég eiginlega bara kvíði fyrir því þegar við fáum næringarupplýsingadrein því að þá fer maður svona einhvern frekar leiðinlegan sannleika líklega upp á blaðið. En væri ekki einfaldara í staðinn fyrir að safna þúsundum strimla handhelt inn? Væri ekki einfaldara að fá bara þessar upplýsingar frá matvöruverslun? Jú, að sjálfsögðu. Við náttúrulega notum þessa aðferð í dag vegna þess að þetta er sú aðferð sem að stendur okkur til boða. En við vonumst til þess að streymillinn verði nú ekki langlíkt fyrirbrigði og við séum að færa okkur yfir í rafræn viðskipti með rafrænum kvittunum og við fáum þessa gögn í gegnum þá leið í framtíðinni.